Við skulum þá setja fram og sanna setningu rolli. Við látum f vera samfellt raungilt fall af einni breytistærð, stundum segjum við raunbreytu til þess að vera mjög skýr, sem skilgreint á lokaða og takmarkaða bilinu frá a til b og a strangt minni b. Og svo höfum við deildanleikan, hann gefinn, og f sé deildanlegt á opna bilinu frá a til b. Þá kemur skilyrðið sem auðkennir setningu rolli. Ef f af a jafnt og f af b, þá til c, einhverju tala á innmenginu, þar að segja á opna bilinu frá a til b, þannig að f merkt í c 0. Og við skiptum sönnunin upp í tvö tilvik. Fyrst förum við stystu leið frá a til b. Og hérna þetta nú haft svona: stóra a punkturinn a, f af a, og stóra b punkturinn b, f af b. Og þá höfum við fastafall. Og ef f fastafallið f af x, við vitum reynda hvaða gildið það tekur gildið f af a, eða f af b, þá það sér að leiði fasti. Og þegar við tökum afleiða fasta þá fáum við 0. Og þá til c á innmenginu, þannig að f merkti c 0. Því þetta gildir öll x á innmenginu, þá sér að leiði eitthvert c á innmenginu. Og setningin sönnuð. Þá þurfum við að skoða tilvikið þegar f ekki fastafall. Nú, fyrirfram vitum við að f tekur bæði hæsta og lægsta gildi á lokaðabilinu frá a til b. Það samkvæmt útgildisetningunni. Og þá kemur skilyrðið sem auðkennir setningu rolli, en það sem gefið að f af a jafnt og f af b, þá útilokað að hæsta og lægsta gildi séu bæði tekin í endapunktum. Ef að hæsta og lægsta gildi eru bæði tekin í endapunktum, þá kemst fallið hvorki upp né niður. En við afgreitum það hér í tilvíkjum þegar fastafall. Og það skýrt að teikna myndir aðeins á skilyrðunum. Teiknum mynd af því sem gerist hérna þegar lægsta gildi tekið í endapunktunum, f af a og f af b. Þá geti fallið litið einhvern veginn svona út. Ef að hæsta gildi tekið í endapunktunum, þá lítur fallið einhvern veginn svona út. Ef að hvorki hæsta né lægsta gildi tekið í endapunktunum, þá getum við byrja á því að skoða hvað gerist þegar fallið fer upp. Og þá tekur lægsta gildi annar staðar heldur endapunktunum, þá við ekkert að fara niður. Og svo við að fara í sömu hæð og við byrjuðum í. Nú fellin gæti byrjað að fara niður og svo hann að fara upp í eitthvað hæsta gildi og svo fer hann niður. Minnst á kosti, við skoðum myndirnar aftur. Ef að lægsta gildi tekið í endapunktunum, þá hæsta gildið tekið í einhverju punkti í c á innmenginu. Ef að hæsta gildi tekið í endapunktunum, þá höfum við lægsta gildi á innmenginu. Ef að hvorki hæsta gildi né lægsta gildi í endapunktunum, og þá alltaf útgildisetningunni samkvæmt henni, þá höfum við hæsta gildi í einhverju punkti í c og lægsta gildi. Og sama á við hér, hæsta og lægsta gildi tekin á innmenginu. Að öllu samanlögðu, þá getum við alltaf fullyrt að f tekur útgildi, hæsta gildi eða lægsta gildi í punkti c sem á innmenginu. En þá vitum við samkvæmt reglum útgildi á innmengi að f merkti c 0 og setningin sönnuð.